komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Latti ætlar í fyrsta sinn á áratugalöngum ferli að koma fram sem hann sjálfur í sýningunni Latti lengir lífið. Við heilsuðum upp á Latta sem segir þetta ganga illa enda sé hann enn að leita að sjálfur sér. Það jafnast ekkert á við það að þruma sér í gott sólbað. Það var fáir íslenskir skemmtikraftar skapaði jafn margar persónur sem hafa komið jafn mörgum til þess að hlæja, jafn mikið og jafn oft. Við höfum hins vegar séð minna af Latta sjálfum sem þarf kannski ekki að koma á óvart með það hvernig Hemmi Gunnvinnur hans lýst honum í nærmynd hjá okkur árið 2009. Hann talsvert feiminn, hann er að lagast með það eins og fleiri reyndar og þegar mér tókst nú að komast inn að svona einn fyrir skilina þá er maðurinn með gull hjarta. Nú er hins vegar komið að því að Latti felli grímuna og stíi og svið sem hann sjálfur í sýningunni Latti lengir lífið eftir hann, Karl Ágúst og Sigga Sigurjóns. Já, þetta er svona svolítið þú sjálfur á sviðinu, ekki í karakter, er þetta ekki? Ég er ekki í karakter, ég er bara að reyna að vera bara Latti, svona einu sinni. Og hvernig gengur það? Það gengur mjög illa, sko. Ég er ennþá að leita á honum, sko. Hann felur sig svo rosalega inn á milli svona í karakterunum og þeir spretta út annað kastið svona bara út manni, sko. Þeir eru náttúrulega allir hérna, sko, inni og koma bara alveg svona. Þetta er náttúrulega bara, maður er náttúrulega geðklofi, sko. Bubbi, þú ert svo mikið raskat. Þetta nú bara endaþörmur góð íslensku. Það er næsta víst. Hvernig er þetta sko, á ég ekki vera hérna núna? Ég ætla að ég var næst svo allt í nú. Bubbi Mortens komin eitthvað svoleiðis. Já, heiti minn. Þetta er svona leikrit sem að Latta þarf fyrir okkur. Það sem að hann er svona að kíkja í eigin barm og kannski rifja upp svona sinn feril en á svona einlægan og vonandi mjög skemmtilegan hátt. Það sem að ýmislegt kemur sögu. Já, það segja það. Bæði náttúrulega bara þessi karakterar sem hann skapaði, hvernig urðu þeir til, hvernig voru þeir fyrir honum og lífinu hans og hann fer í sína barnæsku og ýmislegt og það er erfitt að definera nákvæmlega hvers konar sýning þetta er. Hún er að spretta núna og verða bráðlifandi en ég get alveg fullir það og hún verður fyrsta lagi mjög skemmtileg og ég held í annars að hún verði mjög áhugaverð því að þarna erum við sannarlega eða Latti að sýna á sér glænýja hlið sem hann hefur auðvitað alltaf haft en hún hefur kannski ekki alltaf verið til sýnis. Er þetta ekki rétt að? Jú, þetta er alveg hárrétt hjá Sigurður. Og þá kom einmitt þessi angist að því þú varst nýbúin að tala það. Já. Þessi angist sem hefur fylgt mér alla tíð. Já. Þannig að hún komin aftur. Og þá kom hún. Þá kom hún aftur. Þessi angist aftur. Þið munið. Og hvað gerði ég? Jú, ég sendi einhvern annan upp á töflu. Þóraldur litli, hann stóð upp. Það var ekki hann sem fór á töflu heldur. Já. Kannski eitthvað svona karakter. Þegar maður er búin að vera í karakter, kannski meira og minna út á við í, nokkur ár. Já. Eða svo. Já. Er ekki með svolítið skrítið að vera allt í einu bara þurfa að vera með það sjálfur? Jú, það er mjög erfitt, sko. Ég hef aldrei getað það vegna þess að ég svona alveg frá barnæsku hafi þjáðst að gífurlegri feimni og framfærni og svona hlédrægur og allt þetta, sérstaklega feiminn bara að maður er voða hræddur við að vera maður sjálfur en ég er að þroskast svona og þannig ég ætla að gera það núna, ég þori það núna, fyrst núna og vera bara ég sjálfur. Ég og við erum búin að kreista þessa túpu hérna og við erum búin að kreista Lattan út úr honum þannig að hann kemur hérna alveg allskapaður fljótlega á sviðinu hérna. En það er útilokað eins og að það komið skýrt fram að Latti sé að fjalla sitt líf og sjálfan sig án þess að þessir karakterir hans komi við sögu. Það gera þær svo sannarlega. Og þú einhvern svona uppáhalds Latta karakter eftir þess að... Já, þeir náttúrulega, eins og þeir koma margir og nokkrir við sögu þessara sýningu. Jú, ég held nú upp á að marga en ég held alltaf upp á Skúla Rafvirkja einhverjum vegna, kannski það er bara iðnaðarmaðurinn í mér sem kallar það fram. En ég held mikið upp á hann. En ég held nú aðallega upp á það hvað þeir eru allir ólíkir þessar karakterar alltaf. En þú, hvað þykir þér svona vænstum á ferlinu? Það nú Eiríkur Fjalar.
Já, hann er svo stór partur af mér sjálfum. Þannig að það er Eiki litli, sko. Já, það er náttúrulega bara Latti með Já, svarta hárkollu. Í raun og veru. Þið er kannski betur í gerfi hans heldur en þín eigin. Já, satt að segja. Ég veit ekki að þetta verið bara hann svona bæði, það væri mjög gaman. Sjokkið maður, veist að ég get svarað, ég held bara ég fengi ekki vera með bara í sjóinu, sko. Hvað eru þeir eiginlega orðnir margir? Er ekki svolítið erfitt að koma þessu fyrir í einni sýningu? Jú, það er nefnilega, þetta er búið að vera svolítið vesinn hjá þeim. Ég veit að það er búið að vera fjölskyldufundur hjá þeim, af því það fá ekki allir að vera með og þeir eru fúlir yfir því að ég skul ekki vera með á sviðinu. En svo þau fengu að vera sko í lati 60, þegar ég var 60. Þá fengu þeir að njóta sinna, en svo allt í einu núna bara fá þeir ekkert að vera með og þeir eru svolítið fúlir. Og það kemur fram í sýningun, það er spretta fram mótmæli hérna, það er búið að stofna, eins og segist, stofna sko samtök, Latta-karatera og það er verið að borin fram hérna svona formleg mótmæli hérna í sýningunni. Og þessu verður mótmælt harðilega. Já. Og svo kemur það ljós hvernig það fer fram. Jóhannes Haukur hefur gert 2 þætti um ferlið sem verða sýndir á Stöð 2 eftir páska. Hann er sem sagt að var að byrja upp á nýtt og er að leika nýjan einleik sem fjallar hann sjálfan, hann kemur fram í eigin persónu og mér fannst þetta svo áhugavert að hann væri að standa í þessu af því ég spurði hann, þú þarft ekkert að gera þetta, til hvers að þessu og hans svar var eitthvað á þá leið að hann þyrfti að gera þetta bara fyrir sig, til þess að finna sig upp á nýtt. Ég hugsaði, okkur er ekki gerð heimildamynd um þetta sem Latti er að gera, þetta er svo áhugavert. Fylgjast með Latta þar sem hann fer og hittir Mið Ísland-hópinn sem eru Ari Eldjárn, þeir þessi yngri kynslóð. Þeir eru með uppistandsýningar vikulega í Þjóðleikhúskjallaranum af því að Latta vantaði vettvang til þess að prófa nýtt efni. Hann var það klaufalegur þegar hann tekur með maður alltaf nýfættur og hann bara... Maður er alltaf löðrandi í einhverju svona, þú veist, einhverju maður er sleipur og svona og þeir taka mann upp svona bara á löppunum, maður hangir svona niður og svo bara lamið í mann. Maður er bara lamið. Er það ekki ofbeldi bara og einelti og árás? En hann var svo klaufalegur, eitthvað ég veit ekki á hverju hann var, að þegar hann lemur í mig og rann ég út úr höndunum á hann og út gluggann! Hugsun, opinn gluggi á fæðingardeildinni. Út gluggann, en sem betur fer, þá var hann ekki búinn að klippa naflastrenginn. Þannig ég hékk svona, bara út gluggann, pílulítið, ég man við þessu. Þetta er svona það ferðalag sem heldur þessum 2 þáttum saman. Fylgjast með þessari prófraun hjá Latta að prófa þetta nýja efni og líka bera það undir strákana, þessa yngri kynslóð. Latti hefur hingað til ekki þurft að áhyggjur af viðtökum hjá yngri kynslóðinni eða nokkrum öðrum ef út í það er farið og skemmst er að minnast þess þegar afmælissýning hans gekk fyrir troðfullu húsi í 2 ár. Hélt bara afmæli eins og sannur Íslendingur sko, sem var oft hér í gamla daga í viku, en það var ekki nóg fyrir mig. Ég þurfti að hafa hann í 2 ár. Já, ég meina, við erum ekkert að róa á sömu mið, en við erum auðvitað í sama sjó. Þannig að það er svona líkir fiskar hér og þar. En maður getur auðvitað aldrei lofa neinu. En ég og við, þessi hópur sem stendur þessu, við erum mjög góða tilfinningu fyrir þessu. Við fengið fólk sem hefur að horfa á þetta og það byrjum saman að þetta sé eitthvað öðruvísi og mjög spennandi. Já. Það er mikill meðbyr og það er náttúrulega hvetur okkur til dáða. En um leið fylgir því mikil angist. Já. Mikil pressa, eins gott að standa sig. Hnúturinn er að stækka hérna. Fer hann sérst ekkert eftir örfáa áratugi í bröstum? Já, ég sá hann bara fyrir mig að hann hefur aldrei farið hjá mér og hann bara kom til að vera held ég og verður. Já, ég er bara að læra að lifa með honum. Latti segi það sama. Já, að læra að lifa með honum. Að það er stundum ekkert grín að vera fyndinn. Útskýrið það eins, af hverju er ekkert grín að vera fyndinn? Já, ég meina það eru mikla væntingar og kröfur og standa einn eins og hann gerir þessu einn fyrir framan fullan sala fólki og því fylgir mikil angist stundum. Mikil angist, sko.
það er eins og það satt með grínleikin, það er borgað jafnóðum. Það er ekkert borgað eftir að þú bara færð að vita það hér og nú hvort það sem þú ert að gera, hvort það virkar eða ekki. Það kemur ekkert í ljós síðar mánaðamótin, það er bara borgað alveg bara á mínútu fresti eða ekki. Já. En Latti hefur reyndar alltaf verið á fullu kaupi við þetta, þannig að fólk hefur borgað alveg samdægur, þannig að ég er alveg rólegur yfir því. Já, það er nú komið fyrir svona að maður er ekki fengið. Maður fær alltaf greitt alveg strax, sko, maður fær það beint í andlitið og það heftarlega, sko. En það er líka bara partur af þessu, ég meina þá hinsegin, sko, ekki með hlátri. Latti ætti þó að geta andað rólega með við fyrstu viðbröðum minnstakosti, en skömmu eftir að miðasala hófst á Latti lengir lífið var uppselt á allar sýningar sem í boði voru. Það sprakk allt í miðasölunum fyrsta daginn og þeir eru að bæta við sýningum núna, þannig að það virðist vera sem að þjóðin er ekki búin að fá nóg af Latta, það vil meira og hann er að gefa þeim meira og hann er að gefa þeim eitthvað nýtt. Og ég held að það verða allir þakklátir fyrir það og kunna meta það. Já, þetta var allavega byrjar vel svona í miðasölunni. Já, það er allt rauðglóðandi en þá og það er bara mjög hvetjandi fyrir okkur. Og bara að standa sig og koma svo. Og bara, ég segi bara verið velkomin á Lattasjóið. Latti lengi í lífið, svo sannarlega. Ég er auðstæði. Þið verðið ennþá hérna eftir 5 ár bara. Það er ekki. Ég geti líka fyrir ekki Latti, sko, ef þú vilt, sko, leikið á móti þér. Ég geti leikið Latta stundum. Það geti komið fyrir að ef ég kemst ekki, að hann komi og það kemur í tilkynningu í kvöldleikur Sigurður Sigurjónsson Latta. Þannig að við sjáum hvað setur. Já. Nú bara stoppa ég þetta af. Nú stoppar ekki neitt af hérna gamli lekaliðið hérna. Jú, svona, nú skulum við róa okkur niður. Já. Sjúkt. Þið kalla þig herra smæk. Já, kveðjum við ykkur í kvöld. Við verðum hér aftur á þriðjudaginn næsta, en þangað til þá óskum við ykkur gleðilegra páska. Bless, bless.